Þá skulum við skoða hér paraðar mælingar. Við vorum sér að skoða núna þar sem við höfum meðaltölu í 2 óháðum þýðum eins og nemendur í þessu námskeiði og nemendur í hinu námskeiði. Gæti þarna verið hjá okkur, þá vorum við með 2 kyn við vorum með karla og konur. Það geti verið þessi 2 þýði. En paraða mælingar, þá erum við iðulega með, eða svona, mjög algengt að við notum paraða mælingar, að þá erum við með mælingar á sömu viðfangsefnum fyrir og eftir eitthvað inngrip. Við getum verið að mæla þyngd á einhverjum einstaklingum og svo eru allir sendir í einhvers konar prógram og segjum að hlaupa úti í 1 klukkutíma í 3 vikur á hverjum degi, eitthvað svoleiðis. Og svo eru sömu einstaklingar mældir eftir þetta inngrip. Og þá erum við að tala paraðar mælingar og tilgáturnar líta þá svona út að mismunurinn á fyrir og eftir gagntilgátan þá frábrugðin einhverju ákveðnu gildi og þetta aftur eru bara einhverjar tölur. Þetta gæti verið gildi 0 og þá bara að munur sé þarna á, þar að segja að inngripið hafi borið einhvers konar árangur. En þetta getur líka verið eitthvað ákveðu gildi ef ég ætlaði að kanna hvort að það að hlaupa úti lækki meðalþyngd 4 kíló, að þá væri þetta gildi 4. En ef ég ætla aftur á móti að kanna bara að það lækki þyngdina, þá væri þetta 0 hér. Og öryggisbilið, hér höfum við neðra mark og efra mark bara eins og áður. Og þegar við erum með paraðamælingar, þá notum við stillinguna paired, jafnt og true. Annars skipunum mötuð á sama hátt og þau börn eru saman meðaltöl 2 óháðra þýða. Það kannski liggur beint við að í gögnunum okkar að við höfum ákveðna nemendur að þeir sem sagt sumir mældu púlsinn sinn og mældu hann svo aftur en sátu í millitíðinni, en svo var það einhver hluti nemenda sem með fyrri púlsmælingu hljóp í 2 mínútur og svo seinni púlsmæling. Þá erum við fyrir mælingu eitthvert inngrip sem var að hlaupa og svo eftir mælingu, og þetta eru mælingar á sömu einstaklingum fyrir og eftir inngrip. En ef við ætlum að kanna það, tilgátuna, segjum að það að hlaupa í 1 eða 2 mínútur, nú man ég ekki alveg hvort það var, ég held að vera 2 mínútur, hafi áhrif á púls, að þá skulum við bara nota þá nemendur sem virkilega hlaupu. Þannig að við skulum byrja á að búa til gagnatöflu sem inniheldur aðeins þá sem hlaupu. Gerum það hér, við rifjum upp, notum filter og við erum að nota puls.úrtaktöfluna og ég ætla bara að ná í þá sem hlaupu og þá nota ég breytuna inngrip og nota þá sem inngrip tekur gildið hljóp. Keyrum það, puls.hljóp, sjáum þetta eru 35, við sáum það líka fyrr að það voru með 35 nemendur sem hlaupu, svo nú ætlum við bara að nota þá og ég geri t.test og nú notum við puls.hljóp, ekki satt, að því ég ætla bara að hafa þessa nemendur og hér erum við einmitt að gera það og við ætlum aftur að skoða núna munur á fyrri púlsmælingu og seinni púlsmælingu. Takkið eftir því að hér erum við með kommu en ekki tilda eins og áður. Og ef ég horfi núna hérna á puls.hljóp að þá eru gögnin núna í rauninni á víðu sniði, akkurat með tillitið til þessa hér. Að hér erum við bara með eina talnabreytu sem inniheldur fyrri púlsmælingar og eina talnabreytu sem inniheldur seinni púlsmælingar. Við erum ekki sem sagt með allar púlsmælingar í einni breytu og svo flokkabreytu sem segir ykkur til hvort hann sé fyrri eða seinni, þá værum við með langt snið, heldur við með 2 talnabreytur sem sagt innihalda mælingarnar og þá notum við kommu. Þannig að við segjum púlshljóp, fyrri púls, komma, púls hljóp, seinni púls. Og nú gerum við paired, jafnt og true. Þá erum við komið með pöruðu mælingarnar.
Og þá erum við að stilla sem sagt mismununum upp fyrri mínus seinni og þá sem sagt þið sjáuð þetta úrtaks, þetta sem sagt mismunurinn fyrir úrtakið og hann neikvæður, fyrri mælingarnar sem sagt eru lægri heldur en það seinni. Ef okkur líður betur að vinna svona með jákvætt seinni púls, þá bara setjum við seinni hérna fyrir framan og fyrri hérna fyrir aftan, skiptir náttúrulega engu máli þessi að p-gildið og gildið á prófstærðinni verður það saman að það breytist formmerkið hérna. Þannig að þið ráðið því. En hér höfum við gildið á prófstærðinni fyrir paraða t-prófið. T jafnt á 8,4722, frígráðunar 34, það fjöldi para mínus 1. P-gildið, pínu lítið gildi, það 6,79 sinnum 10 mínus 10. Þannig að við höfnum augljóslega þessari tilgátu og núlltilgátu að það sé engin munur á púlsi fyrir og eftir þessi hlaup. Og hér höfum við svo 95% öryggisbilið fyrir mismunin. Svona. Já, svo að lokum að stundum það jú svo að skilur þess að framkvæma t-próf ekki uppfyllt, að þá stundum hægt að nota svo kallað stigalaus próf. Ég ætla nú ekki að fara eitthvað nánar út í hverskins próf það heldur bara að þið vitið af því að svona algengasta stigalausa prófið til að bera saman miðjur Wilcox-próf og við getum framkvæmt það með Wilcox-punkturtest. Þar erum við að bera saman miðgildi og við getum kannað 1 miðgildi eða bera saman 2 miðgildi og líka fyrir paraðamælingar. Við mötum þessa skipun á svipaðan hátt og t-punkturtest, en þið þurfið ávallt að gæta þess að áður þið framkvæmið líka stigalaust próf hvert sem það nú að kanna hvort að þið sem sagt að forsendur eru uppfylltar. Þið sjáu það bara hér, Wilcox-punkturtest bara sem eitt dæmi, að hér eru nota fyrri púls og aftur mjög jafnt og 70, bara sama próf við gerðum áðan með t-prófunu, ef við myndum mata það á þennan hátt hér. En aftur undirstrika að það ekkert alltaf sem við megum nota stigalaust próf, við þurfum að kanna það líka alveg eins og við þurfum að kanna forsendur annara prófa. En þá ætla ég ekki að segja meira þetta mál. Ég þakka áheyrnina, takk og bless.